skemmtilegt að vera. Það skrambi margt sem hér hægt að gera. Það ríkt, það kúl og algjört æði. Það ríkt elfur öppum landafræði. Við höfum aðeins verið að ræða hávaða og rödd innan grunnskóla og í því samhengi að ræða að það hafa verið valkostir í einhverjum skóla að vera með svona heyrnarhlífar. Hvers vegna bjóðu þið í Naustaskóla upp á heyrnarhlífar? Það eiginlega ekkert endilega í tengslu við hávaða, heldur þetta bara einn af þeim valkostum sem við erum farin að bjóða upp á til að nemendur geti unnið við þær aðstæður sem að þeim þykja bestar. Þetta alveg eins og bara í skólastofu nú til dags ekki lengur bara borð og stólar, heldur erum við með króka, við erum með sófa, bekki og púða og bara sem fjölbreytilegasta námsaðstæður. Sumir vilja hafa alveg frið, alveg hljóð. Þá erum við reyndar í Naustaskóla ágætlega sett með það að við erum með ekki bara opnar kennslustofur heldur líka rými sem hægt að fara inn með einstaklinga og hópa. En svo finnst sum bara gott að loka sig af og fá alveg smá einbeitingar næði og þá eru heyrnarhlífarnar bara góður kostur í það. Nú er foreldrafélagi til að mynda að kaupa svona hlífar. Hvers vegna ákveða þau að vinda í því? Já, þetta er bara eitthvað sem að þau hafa orðið vör við að sum krökkum þykir gott að hafa og við eigum nokkrar sem að hafa verið í notkun og já, það er bara eins og með svo margt, okkur vantar auðvitað margt í skólana í dag og foreldrafélögin eru að styðja við og hjálpa með það sem að þarf að kaupa. Þau langaði til að hjálpa okkur með þetta og það er bara vel þegið. Við rættum að þetta sé svona kannski nýstárlegur skóli í arkitektúr af því leita að þetta sé í opnu rými en ekki sér skólastofur og einhverjum tilfellum ræður fólk að gallinn við þá stefnu sé að hugsanlega hávaði geti skapast og rödd kennarans geti verið hættu. Er eitthvað sem þið gerir til þess að sporna við því að börn séu í hávaða? Já, það er fullt af hlutum sem við notum. Í fyrsta lagi þá erum við svo vel sett í Naustaskóla að húsnæðið er náttúrulega hannað fyrir þetta. Það er mjög góð hljóðvist hérna, það er mjög dempað hljóðið, þannig að það þyrfti að vera mjög verulegur hávaði til hann færi yfir hættumörk og hljóðið heyrist afskaplega takmarkað á milli svæða og svo framvegis. Síðan bara eins og það til dæmis að við erum með stólana á opnu svæðunum, þeir eru allir á hjólum, þannig að það er aldrei skarkali þó þessi dregin til stóll. Það er fullt af svona hlutum, bara hljóðdempun og ýmislegt í sambandi við húsnæði og búnað sem er hugsað og við erum kannski heppin í nýrri skólanum að er í miklu betra standi heldur en í gömlu skólanum. Hitt er svo annað mál að kennslustarfið og starfið í skólanum hefur breyst þó nokkuð. Það er ekki rík krafa það dagsdaglega í starfinu í kennslustofunni að það sé algjör þögn. Nú erum við stödd hérna bara í venjulegri kennslustund og það er svona venjulegur kennslukliður á bakvið okkur. Við viljum að krakkarnir sé ekki bara nota augu og eyru, heldur séu þau virkir þáttakendur í náminu og þar af leiðandi er náttúrulega kliður, en það á ekki að vera þögn. Því ég var að tala við talmeinafræðing áðan sem vildi meina það að í rauninni ef að það væri orðið nauðsyn að hafa heyrnarhlífar í skólum að það væri bara augljóst merki að það væri orðin of mikill hávaði í skólum. Þú ert sérst ekki sammála því? Nei, þarna held ég að sé bara ákveðin misskilningur í gangi. Við erum ekki með heyrnarhlífar í skólum vegna þess að hávaðinn sé ærandi. Við erum með heyrnarhlífar í skólum til að bjóða upp á sem fjölbreyttastar námsaðstæður. Það er aðalmálið, þó að það sé bara góður, þægilegur vinnukliður og getur samt verið gott að loka sig af með heyrnarhlífar. Sumum finnst það gott, sumum finnst gott að hafa tónlist í eyrunum, við leyfum það líka. Það bara að krakkarnir finni sjálf við hvaða aðstæður þeim finnst gott að læra og þá reynum við að mæta því. Bara þetta er auðvitað algjörlega gild umræða og oft á tíðum vandamál að það er ómikil hávaði. En það er ekkert nýtt og það er ekkert bundið við skólagerðir og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að halda áfram að spá í hvernig við mætum og menn eru að prófa sig áfram í ýmislegt varðandi bara húsnæði og búnað og hönnun. Til dæmis í matsalum hjá okkur við erum ekki með meiri hlutin af sætunum er ekki stólar sem eru dregnir til, heldur eru bara föst sæti á borðunum. Það dregur hávaða til dæmis, sums staðar eru menn að prófa sig áfram með dúka á borð. Allt telur þetta. Þurfum við að gera eitthvað meira í til dæmis grunn- og leikskólum og Akureyri að þínu mati? Ég held að bara skólarnir séu mjög mismunandi settir bara hönnunarlega séð. Maður heyrir það þegar maður fer á milli skóla að húsnæðið er bara mjög mismunandi. Sums staðar er glymjandi, sums staðar er hljóðvistin mjög góð. Það eru auðvitað grundvallaratriði. Örugglega víða þarf að gera bara skurk í því að dempa hljóð.
ég skal ekki segja. En svo eru bara öll þessi praktísku atriði sem við bara þurfum að hafa í huga og reyna að nota. Sama þá með kennarana og röddina? Já, sko, það kannski líka misskilningur að vissu leyti, vegna þess að kennarahlutverkið að breytast svo mikið úr því að standa upp í töflu og halda langa fyrirlestra. Það bara, sú kennsluaðferð svolítið mikið að detta til hliðar. Hún að sjálfsögðu ennþá, en áherslan á það orðið miklu minni. Og í skólaumhverfi eins og við erum með þá reynir öðruvísi á kennaran. Hann gjarnan þegar hann að koma sínum skilaboðum til skila, þá hann með bara minni hópa í meiri nálægð heldur en það að við séum að reyna að láta röddina berast yfir stór svæði. Það eitthvað sem við erum ekki eins mikið að gera í dag. En bara svona að lokum til þess að leggja einhvers konar mat á hversu mikilvægt málefni þetta talmeinafræðingur tala að þetta væri á tíðum í einhverjum tilfellum jafnvel alvarlegt mál sem að virkilega þyrfti að gera skurk í. Þetta að þínu mati alvarlegt mál? Já, ég held það. Þetta alveg eitt af þeim málum sem við höfum að taka upp og ræða og halda vakandi. Ekki spurning. En já, þetta bara klassískt vandamál þar sem við erum með stóran hópa fólki. Þar verður hávaði, hvort sem það eru börn eða fullorðnir. Ég hef stundum mikill hávaði á kaffistofunni hjá okkur. Þannig það bara þegar við erum með hópa fólki. Og þá að sjálfsögðu eigum við að hugsa það hvernig við getum sportað við því. Ef það fer yfir hættuleg mörk og óþægileg mörk. Segðu mér, einhvern tímann hávaði í tímum hjá ykkur? Stundum. Og hvernig það mikill hávaði eða lítill hávaði? Já, svona hátt. Svona svolítið. Einhvern tímann allt og mikill hávaði? Maður sér það þegar hávaðamælirinn alltaf að blikka á rautt. Og finnst ykkur gott eða slæmt að hafa hávaða í skólanum? Mér finnst það slæmt. Af hverju? Af því að mér finnst óþægilegt að hafa hávaða þegar ég læri. En hvað finnst þér? Finnst þér einhvern tímann vera læti í skólanum? Mér finnst leiðilegt þegar það læti, en já, það eiginlega alltaf læti. Eiginlega alltaf læti? Já. Og hvernig líður þér í látum í skólanum? Illa. Ég næ ekki að læra út af hávaðanum. Og hvað geturðu gert ef það ómikill hávaði? Ég næ mig bara í svona heyrnartól. Og finnst þér þægilegt að geta notað heyrnartól? Já. Myndirðu frekar vilja að væri aðeins læra og þyrftir ekki að nota heyrnartól? Já. Af hverju? Út af því að það ekki stað mörg heyrnartól og stundum þau upptekin öll og það alltaf meira heldur en helmingur sem hefur ekki heyrnartól. En finnst þér að þurfa að vera með heyrnartól í skólanum? Nei.